Kæru vatnsberar, hér örlestur fyrir ykkur. Lestur varðandi samband eða tilfinningamál og hringurinn starði hérna á mig úr miðjum lestrinum. Hér samband í gangi þar sem að einhverja tilfinningar hafa komið upp á yfirborðið og spurningin orðin að gangast undir einhvers konar skuldbindingu. Hringurinn getur táknað þetta hefðbundna eins og trúlofun eða giftingu, en þetta líka einhvers konar ákvörðun eða játning. Og með þessum hring kemur gríðarlega mikil styrkur sem segir mér það að allavega annar og jafnvel báðir aðilar í þessu sambandi eru mjög sterkir aðilar og þetta samband verður mjög sterkt. Kæri vatnsberi, krossinn getur valdið vandræðum. Hann gæti táknað stífni, mikla festu, annar aðilinn gæti verið fastur í sinni trú eða sínum skoðunum. Krossinn ákveðin byrði sem að þarf þá bara að bera sameiginlega. Hann getur líka táknað bara örlög, eitthvað sem að ekki verður komist hjá. Og það spurning hvort að þetta samband sé örlaga samband eins og við segjum. Þannig að það eina sem að þú, kæri vatnsberi, getur gert bara að gangast undir það. Og ef til vill það sem þú vilt. Höldum aðeins áfram. Ok. Byrðin, þungin sem að krossinn kemur hérna með, sem getur stafað frá öðrum aðilánum í sambandinu, veldur erfiðleikum í samskiptum. Það getur verið rifrildi, það getur verið ósamkomulag, þrætur, eitthvað sem að aðilar eru ekki sammála Kannski það bara eitthvað smávægilegt eins og það að ákveða einhverja dagsetningar eða ákveða hvað að hafa í kvöldmatinn, en svo gæti þetta líka verið stærri mál. En hvað sem það þá heppnin með ykkur og með þér, kæri vatnsberi. Þannig að mér sýnist að það takist að leysa úr öllum svona erfiðleikum þegar þeir koma upp, sem gott mál, en þú og hinn aðilinn þurfi greinilega að fara samt sem áður í gegnum svona ákveðið ferli þar sem að þið þurfi kannski að læra betur inn á hinn aðilann eða reyna að læra að fara millivegin, það var það sem ég ætlaði að segja. Ok, en það heppni hérna með í för. Ok. Já, óstöðuleiki. Því miður, kæri vatnsberi, eins og ég sé þetta núna, þá þetta samband ekki nógu stabílt til þess að það verði kannski endilega eftir þínum óskum, en framtíðin á eftir að leiða það í ljós, hvort að ykkur takist að koma á stöðuleika og ná málamiðlun og ná einhverjum svona, ákveðnum skoðunum þannig að þið geti sameinast eitthvað. Kannski verður það minna mál heldur en tilefnin gefur til, því að eins og ég sagði, heppnin svífur yfir þessum spilum. Svo litla sveiflur samt sem áður, en sjáum hvað framhaldið sýnir. Kemur ekki fram hér. Ok, kæri vatnsberi, ég bara óska þér alls hins besta með þetta. Ljós og kærleikur.